Og nú ég að rúlla líka. Ok. Hvað eru vextir? Æ, fuck, átti þetta að vera svona. Vextir eru aukapeningurinn sem þú borgar fyrir lán. Ef þú tekur lán sem er 100 kall með 2% vextum þá ertu að borga auka 2 krónur fyrir það að fá lánið. Einkenni þunglyndis? Nei, ég get reyna ekki útskýrt fyrir einkenni þunglyndis. Það er bara þegar þú veist mjög lítið sjálfsálit held ég. Þegar maður er kannski bara eitthvað svona fólk er down eða þú veist. Hvað gerir verkfræðingur? Verkefni, ég veit ekki. Sótt húsaleigubætur. Sko, þegar þú finnur þér íbúð eins og ég er að fara að gera núna bara í vikunni, þá hefur þú samband við leigusalann og þú spyrir hann hvernig fæ ég húsaleigubætur og hann hjálpar þér í gegnum þetta. Ef hann er ekki douchebag, þá hjálpar hann. Ég veit þetta ekki. Samkvæmt lögmáli Moores tölvuna tvöfaldast afl hennar og geta á 2 ára fresti. Það þýðir að tölvur, símar og önnur tæki verða æ öflugri með hverju árinu sem líður. Interneti stækkar í takt við það og upplýsingaflæði eykst. Við þetta gífurlega upplýsingaflæði er hætta á því að mikilvægar upplýsingar verði undir og því þurfum við öll að móta áætlun það hvernig taka eigi á móti þessu flóði. Það eitt reynist æðið verkefni fyrir upplýsingasérfræðinga og hvað þá fyrir venjulegt ungt fólk sem er að leggja af stað út í lífið. Upplýsingalæsi og áræðanleiki upplýsinga eru því grunnforsendur fyrir upplýsingamiðlun til ungs fólks. Tölur Hagstofunnar sýna að allt ungt fólk á aldrinum 16 til 25 ára hefur notað netið síðustu 3 mánuði og að 75% hópsins nýti sér vefi opinbera aðila til að sækja sér upplýsingar. Af þeim hópi sagðist 30% hafa lent í vandræðum eða gengi mjög illa að finna þær upplýsingar sem leitað var að. Í rauninni þá bara allt í einu varð ég atvinnulaus og þá þurfti ég að fara að sækja en ég vissi ekkert hvert ég ætti að fara, hvað ég ætti að gera. Það var erfitt að leita að réttum upplýsingum. Farðu hingað, síðan ferðu þangað, það fær stimpil þarna, labba þessu niður þessa manneskju, svona mikið upplýsingar. Þetta er fáránlegt völundarhús að farðu hingað, farðu þangað, fáðu þennan pappír, stimplað hérna, stimplað einu megin. Og það er oft sem að bara, já nú ferðu með þetta þangað eitthvað, þú veist, ég á að fara með þetta í íbúðalánasjóð, ég veit ekki sem hver íbúðalánasjóður er. Og fer alveg á net og reynir að finna sér upplýsingar en eins og með þetta, maður finnur oftast bara lagalegar greinar málefnið sem eru, þú veist, í 3. grein, 4. línu, bla bla, þú veist, eitthvað. Eftir samtölu ungt atvinnulaust fólk er það tilfinning þeirra sem standa að áttavitanum að vandinn sé jafnvel enn meiri innan þessa hóps. Þau segjast hreinlega ekki skilja efni á vefjum hins opinbera, vita ekki að hverju þau eigi að leita og kalla eftir upplýsingum á mannamáli. Áttavitin horfir á upplýsingar fyrir ungt fólk sem miðlunarleið til að styrkja ungt fólki að taka upplýstar ákvarðanir og velja sér jákvæða lífsleið. Því náum við fram með að opna vefinn okkar áttavitin.is. Interneturinn er orðið í dag svona helsta upplýsingatæki ungs fólks en upplýsingar eru bara mjög misgóðar og það eru misaðgengilegar. Til þess að raunverulega geta líka tekið þessu upplýstar ákvarðanir þá verðum við að tryggja hann áreiðanleika og það viljum við gera með áttavitanum. Að við double-checkum allt sem við gerum. Við leggjum mikla vinnu núna í það að hanna síðu og framsetningu á efninu hjá okkur. Þannig að allt efni sé mjög skipulega sett upp og þá ekki flækjast fyrir neinum hvernig það finnur upplýsingar. En á áttavitanum fjöllum við alla þá hluti sem snerta lífið raunverulega. Við tölum heilsu, við tölum vinnu. Síðustu dagar þá hefur verið að taka saman alla mögulega styrki sem að standa fólki til boða. Til dæmis ef það vill búa til bíómyndir, standa fyrir einhverjum listviðburðum eða taka þátt í einhverju menningarstarfi, búa eitthvað til og skapa eitthvað nýtt eða fara í fyrir eitthvað nám hérna heima eða erlendis. Þá er alveg gríðarlegur fjöldi af styrkjum. Vefurinn á að vera rosa interaktífur allur og á að vera mjög notendavænn. Já, ég er reyndar vanur að vera bak við myndavélina, það sem ég er að gera myndbönd fyrir áttavitann. Myndböndin skiptist í 3 flokka. Við erum að gera myndbönd sem er að útskýra grafískt, mjög svona frekar flókna hluti eins og hvernig að sækja húsaleigubætur, hvernig fæðingarorlof virkar og hvaða skref þú þarft að taka til þess að klára ákveðna hluti, hvaða staði þú þarft að fara og annað slíkt. Vídeóin hjá áttavitanum verða öll sjáanleg á YouTube og verður allt tengt þar í gegn. Hugmyndin að áttavitanum kveiknar raunverulega núna eftir hrun þegar við sáum fram á mikið atvinnuleysi meðal ungs fólks sem á það til að einangrast rosalega mikið og það þarf einhvern veginn að ná
til þess hóps og miðla til þessu upplýsingar á þau tækifæri sem standa í boða. Og við erum að búa til síður á borð Facebook og Twitter, YouTube og fleira, að við viljum vera eins sýnileg og við getum. Áttavitin verður í samstarfi við Tótalráðgjöf sem upplýsingavefur sem er búinn rekinn hérna núna í næstu áratug sennilega. Það sem ungt fólk getur sendt nafnlausar spurningar bara hitt og þetta og það verður mjög gaman. Þessi gagnagrunnur kemur inn á Áttavitan og það verður að skoða hann áfram og svo senda og fá þá persónulega ráðgjöf frá sérfræðingum. Við erum ungt fólk að vinna fyrir annað ungt fólk og teljum okkur þannig geta verið svolítið að slá í takt við það sem er í gangi raunverulega.